Þá það fjórði leikhlutinn. Justin Sjáls, hann að dræfin í teginn með erfitt skot sem hann setur niður. Flinkur með boltan. Já, mikil tækni þarna. Hann minkar munin í 70-56. Kústurinn kominn á loft. Hvað sagði þið á hann? Hann var kripinn í milli leikhluta. Og það má segja að áhorfendur Keflavíkur hafa ekki hægt að tralla allan tíma. En það var mikil stemning. Frábært, vonandi að vera áframhald á. 1400 manns í Toyota-höllinni. Og allir í grúfinu. Einhverjum í Manchester-treyju, ekki vel séð. Og hér B.A. Walker með stuttan jumper sem hefur reynst honum afar vel séður. Mjög svo. Einhver pirringur kominn í menn, Siggi Þorvalds sér að eyða orkunni í eitthvað röfl. Það gengur ekki. Og Jeff Cotilla, hann í rauninni kastaði inn handklæðinu fljótlega eftir þetta. Þarna eru svona kjúklingarnir komnir inn á. Atli, númer 10, Guðni Valentínusson og fleiri. Og sjáu þetta, það er bara stemning eftir stemning eftir stemning. Hér neyðir vörnin á til að missa boltan, Ingvaldur Magni. Hann var svona með þeirra bestu mönnum með 16 stig í þessu leik. Já, það er bara ekkert sést nóg af honum í seríun, hann er búinn að vera alveg týndur. Og sjáu þetta flop, sjáu þetta. Hér reynir Hlynur að fá ruðninginn en það hefnast ekki betur en svo en að dómari leiksins finnst hann verður þess að fá á sig tæknivillu og það var hans 5. villa í leiknum. Það var bónus og allt og 4 skot sem hann setti onni hana. Svo Snjara gerir vel á línunni og hér Tommy Johnson og þetta er bara líkistu nagli að bestu gerð beint úr stálsmiðinni. 78-59, 5:35 eftir. Þannig er þetta svona nánast komið. Keflingar bara tefja í rauninni og taka opnu skotin og Gunnar Einarsson, hann lætur bara ekkert, þú veist, skrifa svoleiðis á sig. Þeir bara tóku sér skot, settu upp, spiluðu langa sóknir. Sjá þetta og Gunnar Einarsson að læðast hérna bara opna og það var algjört andleysi yfir Snæfellsliðinu þessar mínúturnar og stemningin bara rafmagnast. Menn farnir að plana partíið og Gunnar Einarsson, honum var boðið í partí. Já, heldur betur. Sjáu þið drenginn, ótrúlegu leikmaður. Já, þú og þú og þú. Þarna er kústurinn, höndlaður. 87-64, lítið eftir að leiknum. Guðni Valentínusson minkar hér muninn fyrir Snæfellslið. 92-71. Þarna er þetta komið. Já. Keflingar ennþá með alla sína helstu leikmennin og ennþá. Og sjá þetta, þeir eru bara í dúllinu. Ég vilja sjá kannski einhverjar fallega tróðslur hann eða einhverjar. Í staðinn sáum við smá flugelda. Já, þrista bara, það er líka Tommy fínt. J. Tommy, góður gaur. Hlynur Bæringsson, líka góður gaur. En hann var búinn að játa sig sigraðan. Mikil innlifun þarna. Já, sigur tilfinningin ólýsanleg. Gaman fyrir ungu strákana að fá að spreyta sig þessar síðustu mínútur. Þeir geysast hér í sókn. Spila þetta bara út, skynsamir líka, sem í reynsluboltar á uppleið. Klárlega. Og hér Vilhjálmur Steinarsson, hann neglir niður einu þrist. Fagnar því gífurlega. Já. Fyrirverandi Haukamaðurinn. Já, Anders Katón klóraði bakkann rétt fyrir leikslok. En Keflvíkingar vinna öruggan sigur 98-74 á Snæfellingum og þeir sópa einvígið 3-0. Já, bara ótrúlegt rönn sem þeir tóku eftir 2 tapleiki nýjir að taka hérna 6 leikir ótrúlegt. Skrifa sig á spjöld körfuknattleiks sögunar. Já, Keflvíkingar Íslandsmeistarar í karla og kvennaflokki árið 2008 og það er meira en bara að segja. Já, voru hérna jafna met sem er IR á, einmitt hvað? Frá 1970 og eitthvað. Já, Keflavíkur liði svo sannarlega vel að þessum titli kominn. Þeir eiga ótrúlega góða liðseild, þeir eiga lang bestu stuðningsmennina. Hvað getur þú beðið meira? Þegar allt þetta er að fungera, þá verður uppskriftin bara mjög góð. Já, sópurinn kominn á loft. Skulum detta aðeins inn í fagnaðarlætin með Keflvíkingum.
Bæjarstjóri Árni Sigurðsson og Stefán Bjarni afhenda. Afhenda Magnúsi Gunnarssoni fyrirliða Íslandsmeistara titilinn 2008. Já, heljarinnar season að baki hjá Keflvíkingum. Mikið fjör og mikil skemmtun framöndir hérna hjá þeim. Við Sigurður Gunnarsson og Þorsteinn Ragnarsson þökkum fyrir okkur. Takk fyrir að fylgjast með og endilega haldið áfram.